daginn, eins og kom fram, þá heiti ég Brynjar Hrafngerðsdóttir og vinn á rannsóknastöð Skógræktar að Mógilsá. Ég einnig dóttorsnemi við Landbúnaðarháskóla Íslands og ég ætla að tala í dag þær breytingar sem hafa orðið á skáðeldum í skógrækt á Íslandi, sérstaklega undanförnum árum og hugsanlega skýringar fyrir þessum breytingum. Við byrjum á að skoða bara fjölda skordýra á trjám og runnum sem lifa á trjám og runnum á Íslandi. Þá eru það í heildinni 79 tegundir þekktar í dag og 52 þeirra eru innlendar en 23 numu hér land eftir byrjun 20. aldarinnar. Þrátt fyrir þessa miklu aukningu undanfarið þá eru tiltölulega fá myndir hér á Íslandi meðan við í nágrannalöndum okkar sunnar. Og af hverju höfum við svona fá myndir? Það er auðvitað einangrun landsins hefur mikið að segja. Þá er að tala um skáðelda sem geta lifað hérna en hafa ekki borist hingað. Við erum náttúrulega eyja og mun minni samgöngur á milli landa hér heldur til dæmis á meginlandi Evrópu. Og við skoðum kannski mynd sem ég tók grein, þetta er reyndar garðplöntur eða ekki trjáplöntur. En þessi mynd er að sýna hvernig samskiptin er á milli landa í Evrópu. Ísland er ekki þannig inni. Eins og við sjáum, þá er mjög mikill flutningur á milli landa og því þykkari sem línunar eru, því meiri flutningur er. Þetta er ekki svona mikið hérna og því minni líkur á eitthvað berist. Eitthvað kemur kannski frá Asíu inn í Holland og dreifir svo kannski alla Evrópu en minni líkur á að koma hingað. Við erum líka með hertari reglur heldur en tíðkast í nágrannalöndum okkar innflutning á trjáplöntum. Það er bannað að flytja inn trjáplöntur af 7 ættkvíslum trjátegunda, það er að segja birki, ösp, víði, álm, furu, gren og lerki. Og líka við með berki, sömu tegunda eða ættkvísla. Þetta er aðal skógræktarplöntunar okkar, þannig að þetta hjálpar mikið að fá ekki, það er mjög mikil hætta á að einhverjir laumufarþegar komi með plöntum í pottum eða lífandi plöntum, þannig að við sleppum við þetta. En það eru ýmsar aðrar leiðir. Við geta til dæmis komið sjóleiðis í gámaflutningum. Viðarumbúðir, það er algengt að myndir flytjist á milli landa, lifi í viðarumbúðum ýmiss konar og jafnvel húsgögnum og öðrum hlutum. Jólatrén auðvitað geta borið með sér ýmislegt sem meiri ástæðu til þess að kaupa íslenska jólatré og öðrum pottaplöntum sem eru leyfðar til innflutnings, til dæmis blómplöntum. Það getur ýmislegt verið moldinni þar. Ferðamenn geta borið með sér skaðvalda og svo geta líka borist til dæmis fiðrildi með vindum. En já. Svo er það búsvæði. Þá er ég að tala að kannski er einhver skaðvaldur kominn til landsins en plöntutegundir sem það lifa á, trjátegundir sem það lifa á í sínum heimalandi er ekki á landinu. Og við höfum ekkert, þótt að við höfum margar trjátegundir hérlendis, þá vantar margt borið saman með nágrannalönd okkar. Og við skoðum þetta aðeins náðar. Ef við skoðum innfluttar myndir af tegundir á trjám og runnum sem hafa borist hingað eftir 1900 á hvort að þessu að lifa á innfluttu trjátegundum okkar eða innlendu. Við erum náttúrulega með mjög fáar innlendar en það sést að langflestur hlutinn lifir, þessi gulgræni, lifir eingöngu á innfluttum trjátegundum og næstasti parturinn 9 lifa á bæði innlendum trjátegundum og erlendum. En einungis tvær skordýrategundir lifa eingöngu á innlendu trjátegundum okkar. Við skoðum þetta aðeins hversu mikið hvort að þröskuldur væri skortur á trjátegundum fyrir myndirinn. Í grein sem við gáum út í ég ásamt Guðmundi Halldórssyni, Bjarna Diðrik, Eddu
S. Oddsdóttur, Ólaf Eggertssyni og Erlingi Ólafssyni 2013. Ég bendi einmitt á þessum að skoða þessa grein ef þið hafa meira áhuga á þessum málum. Þar skoðum við bæði hitafar, hvað hitafar hefur áhrif og gróðursetning erlenda trjátegunda varðandi nýjar skordýrategundir á trjám og runnum. Og við flokkuðum niður í 4 tímabil, annars vegar það sem var lítill gróðursetning og lágur hiti og lítill gróðursetning og hár hiti, og svo voru 2 flokkar sem var mikill gróðursetning og lágur hiti og mikill gróðursetning og hár hiti. Og niðurstöðurnar sem kom út úr því voru að tímabilin sem voru hár meðaláshiti, það var margt meiri landnám fjöldi skordýrategunda sem nam land þau ár heldur en köldu tímabilin. En gróðursetningar virtust ekki skipta miklu máli þar. Þannig að veðurfar virðist vera stærsti þröskuldurinn fyrir nýjar meindýrategundir inn í landið, sem kemur kannski ekkert óvart. En aðstæður í Íslandi eru ekki sérstaklega heppilega fyrir margar skordýrategundir. Og sem dæmi þá tók ég þetta er spá úr grein, reyndar grein frá 2010, þessi bjalla, Citrus longhorned beetle, ásamt henni, Asian longhorned beetle er eiginlega eina stærstu áhyggjuefnum að nýjum skávöldum í Evrópu í skógrækt á undanförnum árum. Kemur sem sagt frá Asíu og lirfunar bara að drepa hraustustu tré. Það er eiginlega ekkert að gera nema að fella trén. Þannig að þetta er mikið áhyggjuefni, en myndin sýnir hvar þessi bjalla getur hugsanlega lifað og eggin sýna það sem hún getur bara ekki lifað. Og en í greininni kom líka fram að það þarf til dæmis ekki að hitna mikið í Bretlandi til þess að mörkin færist norðar, svo maður veit ekki hvað framtíðin ber í skauti sér. Það eru stutt vaxtartímabil hér fyrir skordýrin og óhagstæðir vetur. En nú er ég bara búin að tala um nýjar skordýrategundir á Íslandi. Við höfum líka verið að sjá breytingar á skordýrategundum sem hafa lifað hér lengur. Og þá ber að nefna fyrst ertuugluna, sem er innlend skordýrategund. Þetta er fiðrildalirfa. Hún var lengi vel bara bundin við sunnanvert landið, syðsta hluta landsins, eiginlega. En í kringum 91 fór að bera faraldrum á lúpínu og í kjölfar þess fór hún að valda tjóni í nýskógrækt sérstaklega og skógrækt á Suðurlandi. Hún hefur einnig verið að dreifa sér lengra vestur fyrir landið og er komin á Suðausturlandið, þannig að hún er líka auka útbreiðslu sína. Þannig að þetta er meinti sem er mun alvarlegri í skógrækt heldur en var fyrir kannski nokkrum árum. Við skoðum þetta líka í greininni faraldra á birki sem ég nefndi áðan og er EAS 2013. Og þar fórum við í gamlar heimildir á maðskemmdum á birki á Austurlandi frá 1912 til 2011. Og það sem við gerðum, við fórum í gamlar heimildir, áskýrslu skógavarða Hafnarstað, áskýrslu skógræktarstjóra, ársins skógræktar ríkisins og aðrar greinar og gáum hverju ári einkunn hversu miklar maðskemmdir voru það árið á Austurlandi. Þar sem 0 var til dæmis engin skordýrabeit og svo var alvarleikinn alltaf meiri fram í 4 þar sem það voru mjög útbreiddir faraldrar út um allt og jafnvel trjádauði. Og úr því fengum við þetta, þar sem við höfum einkunnirnar á í-ás og ártöluna á x-ás. Og það sem maður kannski rekur augun fyrst í, það hafa verið mjög margir alvarlegir faraldrar undanfarið í röð. Og við berum þetta saman við meðal árshita, þá einkunnirnar sem sagt alvarleika faraldrana. Þá kemur ljós að þarna er marktækt jákvætt samband á milli
og sem þýðir að því meiri sem meðalárshitin því meiri líkur á alvarlegum maðkfaraldri á birki. Þannig að þetta mun kannski, skemmdirnar á birkinu munu kannski breytast ef að hitinn heldur áfram að hækka. Svo það siggalúsin, hún búin að vera hérna í svolítinn tíma, en faraldrar hennar hafa aðeins breyst. Fyrir árið 2013 voru eingöngu haustfaraldrar, en fyrir 2003 og eftir 2003 hafa eingöngu verið vorfaraldrar. Og þarna erum við að færast nær Evrópuríkjunum, þar sem þekkjast bara vorfaraldrar. Hún sem sagt að byggja sig upp yfir veturinn, þegar veturinn verða mildari. Og svo bara smá samantekt. Meindýr á Íslandi eru tiltölulega fá, þeim fer fjölgandi, þá ég tala í skógrækt og reyndar víðar. Ástæðan eru auknar samgöngur, hagstæðari búsvæði og meira trjám, en hlýnandi veðurfar virðist vera langstærsti áhrifavaldurinn. Faraldrar skordýrategunda sem hafa verið lengur hafa líka breyst, en þetta ekki kannski allt svart á hvítu af því að með hlýnun mun trén líka einnig vaxa hraðar og vera sterkari til að berjast við skafaldana. Svo vil ég bara benda hvað rannsóknir í þessum efnum eru mikilvægar, bæði vöktun og skráning til þess að geta skoða gamla heimildir og líka bara aukin þekking til þess að geta ræktað góðan efnivið.